Hvað á ég að ráðleggja börnunum mínum að gera eða læra með tilkomu gervigreindar? Hvað ættu börnunum mín að fara að læra í háskóla? Ættu þau að fara í háskóla? Hvað á ég að gera til að undirbúa þau fyrir þessa framtíð þar sem að gervigreind hluti af hversdagslegu lífi? Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn gervigreind sem að við hjá Javelin höldum uppi. Þátt númer 2. Þátt númer 2. Já. Ég heiti Pétur Már Sigurðsson og ég forritari og búinn að vera í nýsköpunargeiranum heillengi. Með mér Sverrir Heiðar, kannski kynnið þig? Já, ég heiti Sverrir Heiðar Davíðsson. Ég myndi segja ég væri sérfræðingur í gervigreind og stofnaði mitt í Javelin til að hjálpa öðrum með gervigreind. Já. Og ég er mjög spenntur fyrir umræðefni dagsins. Það nefnilega, við erum með mjög skemmtilegt umræðefni. Við erum að fara að fjalla gervigreind fyrir foreldra. Svolítið öðruvísi en seinast. Heldur betur. Og ein svona góð ástæða fyrir því að halda þátt gervigreind fyrir foreldra að því að einu sem við vitum að hlusta á síðasta þátt eru foreldrar okkar. Já. Þannig að við ákváðum að gera hennar þátt fyrir þau sem að styðja okkur mest. Já, þetta handa þeim. En við ætlum að hafa þetta bara svona frekar létt. Bara spjalla, við erum búin að punkta eitthvað aðeins niður. Algjörlega, svona grófar útlínur, hlutir sem okkur langar að fara yfir. Það sem að mér finnst mest spennandi, það sem við ætlum að fara yfir. Við ætlum að taka aðeins fyrir notkun gervigreindar frá ungbarnaaldri upp í rauninni unglinga árin og svona líta á hvernig foreldrar geta að nota gervigreind í foreldrahlutverkinu og sem sagt ætlum líka að taka fyrir einhverja svona spurningar sem við fáum oft á námskeiðinu frá foreldrum sem eru að velta fyrir sér litlum og stórum spurningum gagnvart börnum þeirra, framtíð þeirra og svona. Þannig að ég er bara mjög spennt fyrir þessu. Algjörlega. Ef að byrja kannski að tala um okkur sjálfa, þú ert nýbakaður faðir. Heldur betur. Ég er með einn sem er alveg að verða 9 mánaða. Páll Heiðar, hann er mjög skemmtilegur krakki og ég hef nýtt mér gervigreindina grimmt seinustu 9 mánuði og meira segja aðeins þar á undan og ég vil meina að það hefur gert mér lífið töluvert auðveldara sem foreldri. We love to hear it. Ég sjálfur á engi börn, þannig að ég er að tala algjörlega út frá gíski. Já. Nema ég á 2 yngri systur og hef kannski örlítið orðið vitni af uppeldi foreldrum minn á þeim. En það er líka kannski aðeins meira í seinni tíð. En svo erum við líka bara með svolítið reynslu frá námskeiðinu. Algjörlega. Að heyra hvernig fólk er að nota þetta og hvað það er að velta fyrir sér, hvað á svona erfitt með að átta sig á í þessu öllu og þannig ég vil meina að við séum með svona gott perspektíf í þessu samhengi. Ekki spurning. Ef við að byrja kannski á að tala eins nú sem nýbakaður faðir. Hvernig ert þú búin að vera að nýta gervigreindina? Ég geti örugglega að tala allan þáttunum hvernig ég hef nýtt gervigreindina en svona eitt af því sem ég fann hjálpa okkur mest var að fá ráðgjöf í rauninni varðandi svefn barnsins. Hann var alveg glataður til að byrja með. Palli var að vakna stundum 8 sinnum á nóttinni og við áttuðum okkur ekki alveg á því. Við vorum búin að reyna að taka þessi námskeið sem voru í boði og búin að reyna að lesa okkur fullt til og okkur fannst ekkert alveg að virka eða okkur fannst ekki nógu ítarlegt. Stundum þá eru þessi námskeið nefnilega þannig að þau gefa þér svona plan en þau geta ekki svo auðvitað svara þér hvað átt að gera ef eitthvað fyrir úrskeiðis eða eitthvað svona öðruvísi kemur upp á. Það er alveg hægt að reyna að setja það inn í fræðsluna en það er ekkert að covera öll scenaríu og það er svo gott að fylla inn í með gervigreindinni. Þannig að svona þegar að koma að því að taka eins á svefninum og lúrum og bara svona ná svolítið tökum á hlutum, það var game changer fyrir okkur. Ég hef ekki dílað við þetta sjálfur en ég get ímyndað mér að það sé mjög algengt að foreldrar díli við sérstaklega fyrstu mánuðina einhver svona svefnvandamál, svefnþjálfun eins og þú hefur nefnt mig og svona. Já. Mér finnst ótrúlega áhugavert það sem þú sagði mig fyrir einhverjum mánuðin síðan. Reynsla þín af ChatGPT 4o á móti Gemini þegar kom að svefnþjálfun. Einmitt. Það er reyndar gott að nefna það að þetta var rosalega mikill munur. Ég byrjaði á chatinu, það er svona mitt go-to. Algjörlega. Ég byrja yfirleitt þar með flest vandamál en það sem ég upplifði þar og það sem einhverju hefur verið að kvarta undan með sig á netinu var þetta svokallaða sycophancy. Líkanið var rosalega mikið
að vilja vera sammála mér. Algjörlega. Það vildi alltaf segja, vá, hvað þetta er vel gert hjá þér, góð hugmynd að plani og ég mæla alveg með að bara gera planið nákvæmlega eins og þú lagðir upp. En það var ekki alveg það sem ég vildi. Mér fannst þess að planið okkar væri ekkert sérstaklega gott og ég vildi fá ráðleggingar. Þannig ég prófaði Gemini, þeir hjá Google. Og það var allt önnur upplifun. Ég sagði bara nákvæmlega sama við Gemini og ég sagði við chatið og ég fekk svo allt öðru í þessu viðmót. Það var bara, heyrðu, stopp. Ég sé að þið þykir vænt barnið og þú ert að gera ýmislegt rétt, en hér er svona listi að því af hverju þetta er ekki góð hugmynd að gera þetta eins og þú vildi gera. Þannig að það eiginlega bara svona skólaði mig pínu og sagði mig bara ekki gera þetta út af þessu og þá líka þurfti ég ekki bara að treysta því að það vissi hvað að vera að tala um, af því að útskýri fyrir mér af hverju þetta meikaði sens. Ég gat svo farið og lesið mér nánar til að sé hvort að þetta hljómaði í samræmi við svona almenn ráð og það virkaði miklu betur. Þannig að ég hef reyndar, að því nefnið, ég hef verið að nota Gemini miklu meira fyrir þetta tiltekna viðfangsefni. Já, en þetta er líka bara geggjað fyrir þá sem er að hlusta að heyra að einn svona mikið gagnrýni á ChatGPT í vor var þetta sykofancy sem ég veit nú ekki beint íslensku orðið fyrir þetta, kannski einhvers konar meðvirkni. Já, einmitt, líka hann er bara rosa mikill people pleaser. Rosa mikill people pleaser, alltaf sammála, eða svona gott sem alltaf sammála. Já. Og það var svona sérstaklega mikið í vor, það er ekki jafn mikið núna. Ég hef ekki fundið jafn mikið fyrir eftir að ChatGPT 5 kom út í síðustu viku. Nei, þeir fengu líka aldrei að heyra það út af þessu, þeir voru gagnrýndir svo mikið, þannig ég held að þeir séu búin að hafa þetta alltaf á bakvið eyrað í þróuninni. En eins og þú upplifir og þá er mismunur milli fyrirtækja sem að framleiða gervigreindarlíkön. Það er ólíkur persónuleiki og svona, það er þetta að segja, sko, maður er vanastu ChatGPT og fyrir mér þá er það svolítið neutral AI persónuleiki þó að það sé vissulega mikið bakað inn í það, en Gemini er svona aðeins minna hrætt við að vera ósammálaðir, en öll þessi líkön er með ólíka persónuleika. Grok til dæmis, það er rosa mikið að svona ögra eða vilja vera edgy að segja hluti svona sem er ekki PC og svona það er mjög greinilega litað af Elon Musk sem alltaf rekur þetta fyrirtæki. Claude er svolítið sérstaklega persónuleiki, mörgum líka rosalega vel við Claude, en ég veit ekki hvernig ég myndi lýsa alveg þeim persónuleika. Nei, ég get ekki sagt heldur. Mín reynsla á honum með forritun. Þar myndi ég lýsa honum sem ofboðslega metnaðarfullum og stundum of metnaðarfullum. Hann reynir að gera hluti sem ég var ekki að biðja og langaði ekki til að hann myndi gera. Einmitt. En svo er einmitt líka bara rétt til þess að loka þessu umræði, þá er líka bara munur á persónuleikum innan fyrirtækja. Sem sagt, ChatGPT er með nokkuð líkön. Já, sem hafa sér ólíka við. Já, og sama með Grok og ég held að það sé skýrast hjá Grokka því að þau raunverulega gefa líkönum persónuleika viljandi. Já, algjörlega. Og það eru sko jafnvel teymi eða einstaklingar í fullu starfi við það eitt að reyna að móta persónuleika líkansins. Algjörlega. Og mjög áhugavert, ég heyrti mitt eitthvað podcast það og þau tala hvað þetta er krefjandi að því í rauninni hvert sinn sem þú reynir að laga eitthvað galla hér, þá skapar nýtt vandamál einhvers staðar á móti og þetta er rosalega mikið balancing atriði og svona og þau þurfa ofta að taka tillit til miklu stærri markhóps heldur við gerum okkur grein fyrir og líkan er kannski ekki alveg fullkomið fitt fyrir okkur eins og það kemur úr boxinu. En skemmtilegt samt að prófa bara mismunandi líkön og finna hvað virkar best fyrir maður sjálfan og svo prófa ég að customize það í pínu. Já. En já, bara svona einmitt eins og ég sagði, sem nýbakaður faðir að þá bara er svo margt sem maður veit ekki og þetta hefur hjálpað mér rosa mikið að fylla eyðurnar. Já, að koma með hjálpleg húsráð fyrir nýbakað foreldri. Algjörlega. Ein leið sem að mér datt í hug til þess að nýta ChatGPT á fyrstu árum BAS er fyrir svona dagbókarskrif eða svona eitt sem að ég hélt mikið upp á og held ennþá mikið upp á að það er svona bækur svona fyrstu augnabliki mín eða eitthvað svona það sem er verið að safna. Algjörlega, við erum með svoleiðis fullt af myndum og svona milestones og svona. Einmitt, fyrsti hárlokkurinn og eitthvað svona dæmi sko. Ég veit. Ég hafði mjög gaman að því að finna þetta, ég vissi ekki að þetta væri til fyrir bara einhvern tímann í grunnskóla og ég man alltaf eftir því þegar ég fann mína svona bók. En mér dettur í hug að gervigreindin getur verið frábær leið til þess að skrifa bara
raunverulega langar færslur hvernig dagurinn var. Já. Bara það er ekkert að nota röddina eða skrifa punkta. Svo lengi sem maður passar að þetta verði ekki bara gervigreinda texti já. og það er svo mikilvægt að koma hlutunum frá sér skýrt og ítarlega áður nú biður gervigreindin að fara að fylla inn í. Algjörlega. Og ég meira svona hugsa með mitt að þú skrifa drauginn en svo færðu gervigreindin að setja fallega upp. Algjörlega. Þannig að orðin séu þín en ekki hei, segðu mér frá góðum degi í uppeldi og færðu einhverja sögu. Nei, ég veit. Klálega og ég hef heyrt þetta frá eins og Ethan Mollick, hann segir að hann skrifa aldrei fyrstu drög með gervigreind. Hann á það alltaf og það góða við þetta er að þú ert minna feiminn við bara að dömpa út því sem að þú ert að hugsa og gervigreindin svona sé svolítið að taka til í því, þannig að þú þarft ekki að vanda eins mikið og þá áttu svona auðveldar með að fara yfir viðfangsefni. Já, mér finnst það góð pæling. Já, og þessi pæling frá Ethan Mollick með skrifaði alltaf fyrstu drög er ofboðslega mikilvægt. Ef þú vilt að þetta verði þín orð og þín hugsun. Annars verður þetta svo klísukent. Þetta verður rosa klísukent, mjög fljótt. Ef þú segir bara, heyrðu, skrifaði fyrir mig starfsumsókn. Nei, skrifaði fyrst drögina starfsumsókn og settu þetta upp í fagmannlegt form. Já. Þá er þetta þín orð en bara skrifuð á góðan hátt. Já, journaling. Ég er mjög hrifinn af því. Kannski ég fara að vinna aðeins meira með þetta. Já. En svo þegar við förum í næsta aldursflokk sem við allavega settum niður hérna, við vorum með unga börn og svo ætlum við að taka hérna leikskólabörn og þarna datt mér strax í hug dæmisögu frá gamla vinnufélaga mínum, Corey. Hann gerir þetta ennþá, ég var með þess að heyrði í honum áðan og sem sagt, hann býr til persónlegar sérsniðnar sögubækur fyrir son sinn. Hann lýsir fyrir gervigreindinni deginum sem þau áttu eða einhverju ferð sem þau fóru í, lýsir honum svo í svona gróðum dráttum, hann er ljóshærður, hann er svona gamall, hann er alltaf með bláa snuðið sitt og bleika bólinn og eitthvað svona sem málar hann allavega nógu ítarlega til þess að gervigreindin geti skilið útlitið, fær hann svo til þess að búa til myndir af lykilmómentum dagsins og jafnvel setja það saman í smá sögu sem hann svo fer og prentar út. Og hann segir að þetta sé eitthvað uppáhald svona stundum svona síns á kvöldin að fara og skoða bækurnar um sig sem er mjög krúttlegt og þetta er að því að þú getur svo fljótlega búið til myndir og gert þær í svona barnabókastíl jafnvel og nýjasta líkaninn alltaf frá chatinu orðið frekar gott í að vera svona consistent með stílinn þannig að það sé ekki alla myndir ótrúlega ólíkar og þetta er nógu nákvæmt þó þetta sé ekki fullkomið að það verða nógu nákvæmt til að skapa skemmtilega minningar fyrir svonas. Geðveikt. Þetta er bara fullkomin notkun á gervigreind. Já, svo fallegt. Þetta er mjög fallegt og það er líka þú nefnir annað dæmi að ég mitt segja frá deginum og svona en það er líka hægt að setja þetta bara í algjöran ævintýra heim. Já, bara Pétur litli á móti dreganum eða eitthvað slíkt. Og segja honum svo að þetta hafi gerst í raun og veru. Já. Setja upp eitthvað uppbyggilegt og mér langar að nefna núna líka hvað mér finnst nýja útgáfan af ChatGPT frábær í íslensku. Já, ég er búinn að taka eftir alveg mjög góðum eða svona bara þokkalegum mun á íslensku. Ég vona að benchmarkin muni sína það. Já, ég sá náttúrulega frá félag okkar sem að sendi ákveðin mælikvarða á nokkur Norðurlandamál. Hann sýndi að GPT-5 hefði náð ágætlega stóru stökki í íslensku, stærra stökki heldur en önnur tungumál náðu. Þannig að það stemmir alveg við það. Já. Gekkja. Ég átti eftir að sjá þetta. Ég skal senda það rétt. Já, veistu, er þetta betra heldur en Gemini 2.5? Kristján, sjáu hvort þú getur fundið þetta graf í chatinu með okkur fjórum hérna. Sjáu það. Endilega. Og hvað segir, er betra en Gemini? Já, ég ætlaði bara að spyrja hvort þú veitir en við kannski fáum Kristján bara að Já, ég veit tjekka það ekki. Og náttúrulega helsti mælikvarði sem við höfum náð að fylgjast með er þessi frámiðeind sem við nefndum heldur líka í seinasta þætti og ég veit ekki hvort þau séu búin að uppfæra en ég hlakka til að sjá að þeir komið svo mörg ný líkön sem eru líka ekki eins dýr og mörg önnur að keyra og þá auðvelt fyrir þau kannski að henda þau upp. Ég allavega efast ekki að ChatGPT 5 og náttúrulega bara öll fremstu líkönin hjá öðrum fyrirtækjum líka gætu sett upp bara flotta barnasögu með
boðskap með einhverjum söguþræði, jafnvel bara framhaldi í næstu, á morgun eða í næstu viku eða eitthvað. Sko, ég verði eiginlega að nefna að því að við fórum út í að tala þarna tungumálakunnáttuna, það eru 2 atvika mitt sem að mig langar að nefna. Ég heyrði að frammistaði í einhverju einu tungumáli hefði hrunið rosalega frá 4 og upp í GPT-5 og fólk frá því landi rosalega ósatt að þeir tóku hitt líka út. Við erum allavega með lítilbótið hérna. Já, það verðist allavega ekki vera búið að uppfæra það síðan ég sá seinast. Það allavega ekki þetta sem að ég Hérna vantar GPT-5 á listan. Já, og nýja open source og fleira, með þess að vantar O3 og fleira. Þannig að þetta er ekki kannski með mjög nýlegum tölum, en eins og ég ætla að segja, við getum kannski fundið þetta bara eftir á, ekkert stress. En á þessu eina tungumáli, þá hrundi frammistaðan, fólk ósátt af því að það hafði ekki lengur aðganga hinu, en svo heyrði ég mjög áhugavert dæmi, þar sem að út af því að fólk frá mismunandi löndum, það er svona menningarlegu munur á hversu jákvætt eða neikvætt það er, að frá ákveðnu löndu þá var fólk gert á að gefa rosa mikið thumbs down á svör frá chatinu þegar það var ósátt, að meðan frá öðrum löndum þá var það eiginlega aldrei að gefa thumbs down en mjög ofta að gefa thumbs up. Já. Og svo þjálfuðu þeir líkanið með þessu feedback og niðurstaðan var að chatið hætti bara að tala þetta tungumál. Það bara að lærði, ég fæ rosalega mikið að neikvæða feedback þegar ég tala þetta tungumál, þannig að niðurstaðan var bara að byrja að svara á ensku þegar það er ávarpað á þessu nýja tungumáli. Sem er mjög svona skemmtileg skrítin. Já, þetta er svona eitt af mörgum vandamál sem geta komið upp í þjálfun sem að maður hefði ekki endilega gert ráð fyrir. Já, svo ófyrirsjáanlegt. Já. En við erum smá konur off topic með foreldra, en þetta er skemmtilegt, skemmtilegt dæmi samt að segja frá. Já, mér langaði svolítið að segja þér frá henni Lillian Schmidt sem að ég sá á Instagram fyrir nokkrum dögum síðan og ég var bara að skrolla eins og maður gerir, sokkin onni í algrímið þegar ég fæ upp þessa konu sem að segir væri ekki yndislegt í eitt skipti fyrir öll að ég geti bara slökkt á heilanum og sagt hluti eins og hvað er í matinn, hvað ég var að kaupa fyrir emmu í afmælisgjöf, segðu mig hvað ég þarf að pakka fyrir leikskólan. Og ég fór að skoða þetta betur og þá er sem sagt þessi Lillian, hún er einstæð móðir með einhver börn, ég reyndar fann ekki töluna á börnunum en þau eru alltaf fleiri en 1 og hún var að gefa foreldrum þarna á Instagram svona það sem maður mætti kalla svona ofurkvaðningu fyrir foreldra. Og ég ætla nú ekki að lesa hana í fullri lengd, hún er 4 málsgreinar, 4 efnisgreinar segi ég, en þarna kemur til dæmis fram, ég er í fullu starfi eða heimavinnandi móðir með x fjölda barna og svo segir hún hérna og ég er hætt að bera alla andlegu byrði fjölskyldunar ein. Og hún heldur áfram að segja hvernig ChatGPT á að hugsa fyrir sig og segir svo hérna, taktu ákvarðanir og komdu með sjálfsöruggar gagnlegar tillögur án þess að spyrja með endalausa spurninga sem að auka ákvarðanaþreytuna mína. Og þannig er hún að fókusa á að því að það sem að þeir sem hafa notað ChatGPT kannast örugglega við er að það kom alltaf endalaust á framhaldsspurningum. Og mörgum finnst þetta óþægilegt að líður eins og þeir þurfa alltaf að svara þessum framhaldsspurningum. Já. En þarna er hún í rauninni að reyna að minnka andlegt byrði með því að segja bara, heyrðu, mér vantar morgunmat fyrir morgundaginn og plan til að koma öllum í skólan á réttan tíma. Og þá vill hún ekki fá spurningar, hvað viltu borða í morgunmat? Hún vill bara fá ráð, bara fara og kauptu þetta, gerðu þetta. Og ég fíla þetta svo mikið, hún er að losa sig við þessa svokölluðu þriðjuvakt. Já, einmitt, ég ætla að segja, þetta er svolítið svona þriðjuvaktin, kannski getur ChatGPT fara að taka svolítið þriðjuvaktina í samfelldum. Algjörlega. Og hún lýst þessu sem bara bjargvætti. Hún er núna bara ekki einstæð lengur, heldur er einstæð plus ChatGPT. Já, chati lagði bara bara lífið hennar. Já. Hún segir líka hérna, ég læti vita ef eitthvað hentar mér ekki, taktu annars frumkvæði, mér vantar stuðning en ekki annan einstakling til að hugsa um. Það er ótrúlega djúpt eitthvað. Já, þetta er svona mjög persónulegt. Þetta er rosa persónulegt. En hún deildi þessu og er hérna influencer svona sem að hjálpar með uppeldi og heimilisskipulag og svona. Ótrúlega stuðningur fyrir $20 á mánuði. Rosalegt sko, bara andleg nanny. Vá.
algjör snill. Þannig að þetta er dæmi og, Já, og fyrir leikskóla svona aldurinn svolítið en ég Já. meina gagnast í rauninni ekki bara fyrir leikskóla Algjörlega. en sérstaklega þarna, ég get skilið það rosa mikið af svona Já. þarna. En Nice. þetta er bara fínt líka að taka fram að þú veist, ChatGPT, að því vorum að tala um persónuleika á hann, svona spunagrinda lausnir eins og ChatGPT, Gemini og allt þetta, þær þurfa ekki að vera eins og þær koma út úr kassanum. Nei, einmitt. Þú getur sagt, hættu að spyrja mig spurninga Já. og taktu frumkvæði Einmitt. og þá mun það gera það. En það manni að detta í hug að segja þetta og þar Já. ströggla mjög margir að detta bara í hug að biðja hlutina en þetta er svolítið bara svona gerfugreindar hugafar sem að maður þarf að tileinka sér og ég held að fólk sé alveg að vera betri í þessu eftir því sem að það svona kemur sér inn í tæknina. Já. En svo erum við næst með svona yngri ári grunnskóla. Ég var ekki viss hvort það var eitthvað gott orð fyrir þetta fyrir þennan aldur en þetta er svona eiginlega áður en þau eru orðin unglingar en samt eftir leikskólaaldur þegar þau eru farin að læra svolítið í skóla og svona. Mér datt í hug þarna eitt gott use case eiginlega byggt á svona sjálfum mér og það sem ég hefði vilja hafa á þessum aldri. Það er að því ég hef alltaf verið rosalega forvitin sem getur verið óþolandi þegar þú ert foreldri að fá endalaust af spurningum og nennir ekki alltaf að tala um ákveðna hluti. Þarna er hægt að gefa börnum svolítið mikla útrás með forvitnina sína. Að leyfa þeim að fá svör við öllu sem þeim dettur í hug frá gervigreindinni. Leyfa þeim líka að ræða það sem þeim finnst gaman. Ef þú ert krakkinn sem vill tala um froska í 2 klukkutíma þá getur ChatGPT alveg verið game í það. Endalaust þolinmæði. Já, endalaust þolinmæði. Það er eitt af þessu góða við chati er að það er ótrúlega svona held ég góður svona conversation partner fyrir börn sem vilja ræða áhugamál sín þegar að foreldrar svona hafa minni áhuga á því. Þannig ég sé þetta fyrir mér sem svona sem gott use case fyrir þennan aldur. Já. Þessi af hverju aldur þar sem það er alltaf sú spurning sem að svara öllum spurningum. Já. En svo getur náttúrulega líka verið bara mjög hollt fyrir krakkana að þurfa að finna hlutina, upplýsingarna sjálf. Já. Það er svona eitt sem að ég hef svona kannski haft smá áhyggjur af er að í staðinn fyrir að fólk annarkvort leyfi sér að áætla og hugsa svona spekulata. Þetta sé of aðgengilegt. Þetta sé of aðgengilegt, bara af hverju er ekki froskar á Íslandi eða eitthvað svona og geta þá bara fengið þessar upplýsingar strax og þurfa ekki að hafa neitt fyrir því. Já. Frekar heldur en að þurfa að fara að fræðast aðeins froska og Þetta hljómar rosalega eins og gagnrýni sem ég hef heyrt að hefur verið til bara síðan tíma Sókratesar þegar þá ég las þetta ekkert á netinu, getur verið að rugla þessu en það var svona, já, menn eru orðnir svo latir að læra að því að ég þurfti að leggja á minni en þeir geta að skrifa á stein og svo eru einhverju sem eru latir að skrifa stein og þá tekur upplýsingarna svo auðveldlega inn og eru byrjað að skrifa blað og svo með hverri byltingu að þá var þetta alltaf aðgengilegra og nú læra rosa margir með YouTube myndböndum og svona og svo er þetta bara í rauninni annað skref í aðgengi upplýsinga og ég sé þetta svolítið sem bara skref í sömu átt en ég get skilið þetta því að þetta klárlega er letjandi þegar það kemur að erfiðarleiðum þegar þú ert vanur því að vera mataður með ótrúlega vönduðum YouTube myndböndum að þá þegar þú fær einhver dóðrant sem þú þarft að lesa í gegnum sem er rosalega þurr að þá leiðist þér að rosalega mikið og erfitt að komast í gegnum það þannig að þetta getur verið letjandi. Ekki spurning, alltaf maður venur sig á svona einhvern ákveðin lúxus sko. Ef ég fengi dóðrandi í hendurnar í dag ég myndi örugglega setja hann inn í gervigrindina finna bara PDF útgáfa á honum á netinu og henda honum inn til þess að geta stúderað hann sko. Þannig að þetta er kannski er þetta bara ný standard. Kannski. En þetta er gott use case. Eitt sem ég datt í hug fyrir þennan aldurshóp er í rauninni bara að búa til efni og fá hugmyndir að hlutum til þess að gera með þessum krökkum. Já. Þetta er aldur sem að krakkar eru almennt að leika sér og stunda íþróttir og svona en stundum ekki og þá leiðist þeim alveg óbáslega mikið. Já. Þetta er svona akkurat aldurinn þar sem að krökkum leiðist. Það þarf svolítið að hafa fyrir því að gefa þeim eitthvað að gera. Já, ég heyrði eina litla segja daginn. Mér hefur aldrei leiðist eins mikið og rosalega dramatískt en þetta er svolítið ástand sem maður heyrir frá þessum börnum. Einmitt.
að þá hægt að annarkvort foreldri að fara inn og segja, heyrðu, hvað verkefni get ég gefið barninu mínu akkurat núna? Af því að þau elska að fá verkefni. Bara, heyrðu, getur þú tekið alla þessa íspinna og límt saman þannig að þeir myndi gíraffa eða eitthvað. Það er skemmtilegt, bara svona kreatívar hugmyndir að einhverju fyrir börnin að gera. Algjörlega. Maður getur verið uppiskroppa og ekki alltaf í stöðu eins og tjatið að búa til 20 hugmyndir og sjá hvort eitthvað spennandi. Já. Þannig að þetta er svona til að koma sér í svona grunnskóla kennaragýrin, sko. Já, algjörlega. Að finna eitthvað sem er ekki TikTok fyrir krakkana að gera. Já, klárlega, ég fíla það. En þetta er svona, hér kannski sérstæðis svona reynsluleysi okkar í þessu hlutverki að þetta er kannski svona svolítið yfirborðskennd vandamál sem við erum að fást við og það eru klárlega fleiri tækifæri, hvern og einn aldurshóp en þetta eru svona hlutir sem að okkur datt í hug og það næsta einmitt sem að ég kannski aðeins auðveldra með að tengja við er hugsaða fyrir unglinga. Það sem ég datt í hug af því að ég hef heyrt oft að foreldrar á vissu tímapunkti, hvort sem að það er bara í lok grunnskóla eða byrjun framhaldsskóla, ef að þeir kannski lærðu eitthvað allt annað, fóru í tungumál og krakkir eru allir í raungreinum, að þá er það svolítið erfitt með að hjálpa þeim með heimanámi. Og þá áður fyrir var þetta svolítið áskorun fyrir börnin þegar þeim vantaði leiðsögn heima og þá er ChatGPT náttúrulega frábær kennari, veit rosalega mikið af hlutum. Og það er eitt svona disclaimer sem ég puntaði hérna hjá mér. Það þarf að fara varlega samt þegar kemur hlutum eins og íslenskum bókmenntum. Sum viðfangsefni, sérstaklega svona mjög íslensk og það sem að það er lítið fótspor á netinu af svona lítið stafrænt fótspor það er svona svolítið blind spot hjá gervigreindinni. Hún á oft til að bulla, skálda eða vita bara ekki þessa hluti og getur bulla á mjög samfærandi hátt. Þannig að það þarf að vera varlega en þegar kemur á svona raungreinum, stærðfræði og svona sögu jafnvel og hlutum sem eru svona vel skjalaðir á mörgum tungumálum á netinu, þá er þetta yfirleitt ekki vandamál. En klálega fyrir heimavinnu og til að hjálpa börnunum að læra og hjálpa foreldrunum að hjálpa börnunum. Geturðu talað eins þetta bull sem að á stað? Þessar ofskynjanir. Þetta er nefnilega eitthvað sem að fólk þarf að vera mjög meðvitað og sérstaklega í skólaumhverfi, akademísku umhverfi. Algjörlega. Segðu okkur aðeins frá þessu og hvort það sé einhver leið að komast hjá þessu eða eitthvað. Já, við fáum þetta mjög ofta á námskeiðinu. Fólk spyr það, get ég treyst því sem að chatið segir og svo spyr það líka, en er einhver leið til þess að tryggja að það bull ekki? Og svara við seinni spurningunni er bara eiginlega nei. Það er engin leið til að vera 100% viss um bull ekki, og það er heldur engin leið til þess að það er að segja að við getum almennt séð ekki treyst henni fullkomlega, sama hvað við gerum, sama hvað við vendum okkur. Hver einasta kynslóð er yfirleitt aðeins svona nær sannleikanum og minna í því að bulla, en hingað til hefur enginn leyst þetta vandamál. En þess vegna þurfum við að passa okkur, sérstaklega þegar við erum að fara út fyrir það sem við þekkjum og eins og þarna að hjálpa börnum með heimanám, ef þetta er eitthvað sem við skiljum ekki, frekar en eitthvað sem við erum bara ekki góðir að útskýra, þá getur verið ákveðin áhætta í því að treysta gervigreindinni blind. Þannig að þetta er bara svona eitthvað sem að fólk þarf að vera vakandi fyrir. Ég hef, þetta er ekki eins mikið vandamál á mínu mati og fólk svona heldur. Þau halda að af því að það getur verið rangt að þá sé þetta, ættu við bara ekki að nota þetta. En ég hef bara, held ég, aldrei brennt mig á því að það hafi komið rangar upplýsingar í ChatGPT. Af því ég meðvitaður að það gæti verið eitthvað rangt, þannig þegar það skiptir máli og ég myndi brenna mig ef ég fengi vitleysu, að þá fer ég og tjekka einhvers staðar á áreiðanlegri heimild. Algjörlega, og þetta er náttúrulega kannski ósanngjarnt samanburður því að þú ert með gríðarlegt gervigreindalæsi meðal manneskju. Algjörlega. En það er líka svona litli hlutir sem að fólk brennir sig á, sem er kannski mjög erfitt fyrir bara svona meðal mann að átta sig á. Að það er til dæmis að gerð mynda inn í ChatGPT er ekki jafn klár og gerð texta. Og ég hef til dæmis séð bara manneskja í kringum mig sem var að læra fyrir líffræðipróf og var að læra mannslíkamann og auga og eitthvað svona. Og ég man að hún var að tala við gervigreindina
og fekk bara mjög góðar upplýsingar auga og svona og öll þessi svæði í auganu Í textaformi. í textaformi Já, og svo sagði hún getur búið til skýringamynd fyrir mig einmitt. og hún fekk skýringamynd af manns auga og íslenskum texta sem benti á öll svæðin Algjörlega. en ég þurfti að segja, heyrðu, það er ekki örugt að þetta sé rétt Nei, algjörlega. og þau skoðaði frekar skýringamyndina í bókinniðinni Já, satt. af því að þegar að gervigreindin byrjar að búa til myndir að þá er hún ekki með þessa samhæfingu sem hún er með þegar hún er í texta. Já, þetta er sama og mamma sendi mér áðan grein þar sem að einhver var að segja bara, vá, þetta á að vera rosalega klár gervigreind, klárari heldur en doktorsnemar en svo getur hún ekki merkt inn á kort og við komandi sýndi dæmi þar sem hann vildi kort af Bandaríkjunum með nafni hvers fylkis inn á og reynda burt sér frá því hvort að allir doktorsnemar ættu að geta gert þetta eða ekki, að þá gerði líka henni mistök og þetta kemur mér ekki á óvart af því ég veit að þetta er eiginlega ekki svona hvernig maður á að nota líkanið og þannig kemur þetta gervigreindaleysin þar sem að henni fannst þetta skrítið, mér fannst það mjög eðlilegt miðað við allt saman en ég veit til dæmis að ChatGPT getur örugglega sagt mér bara GPS-hnitinn á miðju hvers einasta fylkis og alveg bara nákvæmt í bara nánast hvert einasta skipti en að búa til mynd af því er allt öðruvísi áskorun sem svona því miður bara fylgir ekki alveg sömu lögmálum og standardum gæði og nákvæmni. Örugglega fljótlega verður þetta vonandi. Þetta verður vonandi fljótlega mjög gott í því en þetta er fínt að vera meðvituð um þetta. Algjörlega. Ef þið vantar skýringamynd, fyndu þá einhverja mynd. Af því að fyrir fólkið þá er oft bara, þetta er bara gervigreindin og hvort sem hún er búið til myndir eða texta að þá svona gera þér ráð fyrir samskonar gáfum og samskonar nákvæmni þegar að þetta er í rauninni svolítið ólíkt. Já. Þegar að fólk eða börn eru að nota ChatGPT til þess að aðstoða við heimanám, eru þau að svindla? Það fer eftir hvernig þau nota það. Algjörlega. Og það kannski væri hægt að hugsa þetta á svipaðan hátt fyrir einkakennara. Ertu að svindla ef þú fær einkakennara til þess að kenna þér viðfangsefni? Akkurat. Ég myndi segja nei, en ertu að svindla ef þú fær einkakennara til að segja þér svörin? Þá myndi ég segja já. Og ChatGPT getur alveg bara frekar auðvitað verið samfært til að gefa þér svör frekar auðvitað en að kenna þér. Þannig að ég myndi segja að þetta er tól sem að er þetta að nota á góða vegu og misnota og þarna er þetta svolítið upp að nemandanum komið og svona ég myndi segja að þetta væri líka spurningum svona hvata sem er í skólakerfinu ef það er bara hvati til þess að fá góða einkunn en ekki hvati til þess að skilja þá gætur verið að hvetja nemendur til þess að nota gervigreindina á hátt sem að þau læra og að lítið á. Já. Ég sótti hérna fyrir þetta hlaðvarp rannsókn frá Bretlandi. Hún er sem sagt svona self-reported, þar að segja þetta er bara skoðanakönnun. Þannig að það gæti verið smá bias í því hvað krakkar eru til í að gefa upp og hvað ekki. En þetta er sem sagt gert beint að grunnskólanemum þar sem að 92% þeirra sögðust hafa notað gervigreind í námi eða skóla. 88% segast hafa notað hana í verkefnum. 18% viðurkenna hafa limt texta beint úr gervigreindinni inn í verkefni. Sem að læri væntanlega ekki mikið á. Nei, það er svona svipað og að afrita beint af netinu. Algjörlega, sem að var líka hægt og það var líka oft hægt að segja að það að nota netið sé ákveðið svindl. Algjörlega. Ef þú fannst svarið á netinu, frekar heldur en að nota netið til að læra. Þetta er bara sama vandamál í nýrri birtingamynd. Já, þannig að það skiptir miklu máli hvernig þú ert að nota hana. Ef þú ert að reyna að læra, að þá finnst mér þetta bara einmitt eins og að ráða einkakennara til þess að kenna sér. Mjög ódýran einkakennara. Þetta er mjög satt og ég sé að það hafa komið út rannsóknir sem að annars vegar hræða fólk og gefa þeim von gagnvart gervigreindinni í tengslu við lærdóm. Sumar rannsóknir segja að ef þú nota gervigreind til að aðstoða við að læra og skilja að þá lærir þú betur. En önnur rannsókn segir að ef þú nota gervigreind til þess að leysa verkefni ekki til þess að hjálpa þér að skilja að þá lærir þú minna. Þannig að tvær rannsóknir þarna, eins og sé að benda til svona ólíkra niðurstaða en þetta fer allt eftir hvernig það er notað. Þannig að þetta getur algjörlega skemmt fyrir eða hjálpað
fyrir eftir hvernig nota það er bara svona bottom line hérna. Algjörlega, og þessar rannsóknir eru alls ekki eitthvað mótsagnakendar. Nei. Það eru bara öðruvísi. Já, en það er svo auðvelt í fjölmiðlum að gefa út svona fyrirsagnir sem að láta þetta hljóma eins og gervigreindin sé að skemma fyrir lærdómi eða gervigreindin hjálpi með lærdóm algjörlega án þess að gefa þetta mikilvæga samhengi. Algjörlega. En mér langaði líka aðeins að minnast á hérna að núna eru stærstu gervigreindafyrirtækin ChatGPT, Claude og Gemini frá Google farin að gefa út svona study mode. Já. ChatGPT kallar þetta study mode, Gemini kallar þetta guided learning og Claude kallar þetta learning mode. Einmitt. Þetta er allt sama varan í rauninni. Já, eða samskonar var alltaf. Já, samskonar. Að því leit, þetta í rauninni breytir bara tungumálulíkanið sem þú ert að spjalla við. Breytir hegðun þess. Þannig að það verður haga sér svona eins og kennari sem vill ekki gefa upp of mikið. Já. Og notar sókratíska aðferð til að spurja spurninga. Já, leiða þig áfram. Leiða áfram, með leiðandi spurningum. Einmitt. Sem sumum nemendum finnst óþolandi og þeir vilja bara fá svarið. Algjörlega. En er ætlað að hjálpa þér að skilja. Já, og ég prófaði þetta eins fyrir hlaðvarpið og ég hafði mjög gaman að þessu. Ok, og hvað ákvaðstu að læra? Heyrðu, ég var ákvað að læra eitthvað sem ég þekki nú svona þokkalega fyrir sem er the halting problem í tölvunarfræði. Einmitt, já, ég hef heyrst þetta. Frá Alan Turing sem er svona, ef þú ert með algoritma sem er stór en mögulega stoppar á einhverjum tímapunkti eða ekki, hvernig kemst að því hvort hann stoppi eða ekki. Þetta vita fyrirfram hvort forritið minni frjósa. Já. Einmitt. Frjósa viljandi að stoppa. Já. Að taka halt. Já, út fyrir þetta podcast. Ótrúlega spennandi örugglega fyrir hlustendur að fara á dýptina með þetta, en hvernig fannst þér? Mér fannst það þægilegt. Eitt sem mér fannst þægilegt við þetta er að þetta er greinilega að nota einhverja minni útgáfu af ChatGPT 5, eða einhverja af minni útgáfunum, það eru nokkrar, að ég fann hvað svörin voru fljót. Já, einmitt. Mér fannst það þægilegt, en þau eru líka ekki jafn öflug. Nei, einmitt, það er svona svolítið sambandana, því hraðar að því heimskara þarna þegar það kemur að gervigreindinni. Þannig að kannski var þetta ekki, þetta var definitely ekki klárasti kennari sem völ var á inn í viðmótinu, af því að þetta var örugglega að nota GPT-5 fast ef ég ætti að giska. Einmitt, það var það. Sem er þá þarna mini eða nano líkanið eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, já. En því ég bara fann fyrir því hvað svörin komur rosalega fljótt. En þau voru líka stutt sem ég var stægilegt. Oft lendir maður í því að ChatGPT gefur manni rosa langlóku þegar maður var að leita einhverjum einu móla hann inni. Heldur þú munið nota þetta í alvörinni við að læra í framhaldið eða heldur þú haldið bara svona svolítið við þína hefðbundnu nálgun? Það er mjög langt síðan ég var í skóla og raunverulega lagði mig fram í að læra viðfangsefni. Þannig að ég hugsa að ég mun ekki nota þetta. Nei. Ef ég væri í skóla og væri á leiðinni í próf, þá gæti vel verið að ég myndi nota þetta. Einmitt. Það er mér finnst þetta En þetta er svona líka, ef ég kemur svona eitt teikina, að þá er þetta kannski svolítið bara eins og að gefa þig kvaðningu. Það er að segja að ef þú ert með gott gervigreindar-læsi, þá hefur þú í rauninni geta komið ChatGPT í þennan gír að nota sókratísku nálgunina ef þú biður það. En það er ekki víst að allir myndi hafa vit á því að biðja það eða viti hvað sókratíska aðferðin er og eða vilji fá svoleiðis svör. Þannig að þetta kannski hjálpa þeim sem að veit ekki hvað það er að biðja Já, og ég er nokkuð viss að bak við tjöldina þá sé þau að gera lítið annað heldur en að breyta kvaðningunni. Einmitt. Já, það er spurning. Það gæti verið að gera eitthvað meira en það er ekkert svo víst. Nei, það er alveg auðvelt að ná mjög góðum árangri með örlítið breyttri kvaðningu. Já. Svo var ég með aðeins öðruvísi hugmynd að leið til að nota gervigreindina fyrir foreldra. Ekki eins mikið beint að börnunum í þessu tilfelli, heldur að foreldrunum og þeirra sambandi við hvort annað. Og það er að segja að maður hefur oft heyrt að það eiga börn saman getur verið krefjandi og reynir mjög mikið á sambönd og þá datt mér í hug að ChatGPT getur verið bara nokkuð góður sambandsráðgjafi. Hjálpa pörum að fá hugmyndir að leiðum til að styrkja sambandið sitt og að svona leiði til þess að eiga samtöl á skilvirkari hátt og ræða hlutina aðeins betur. Ég reyndi að veita að sumir hafa fengið ChatGPT svona inn eins og
eins og þriðja óháða aðila til þess að setla þarna rifrildi og segja hvor hefur rétt fyrir sér. Ég veit ekki hvort það sé gott fyrir sambandi. Nei, það er rosa marga breytur í þeirri spurningu. Já, hvernig þú spyrir á því. Já, og það gæti alveg verið að sá sem orðar bara sitt betur fá alltaf rétt svar, sko. Af því að chati getur verið people pleaser og þú segir bara, er það ekki rétt að þetta er svona? Hvort hef ég eða hann rétt fyrir sér? Einmitt. En mér finnst þetta samt þess verið að taka fram að því að stór hluti af því að vera foreldri er að rækta sambandið við maka sinn. Ekki spurning. Þetta er eitthvað. Hefur þú prófað þetta einhverju leyti? Algjörlega. Við höfum stundum þarna rætt við ChatGPT hvernig er hægt að ræða hlutina betur og svona bara hjálpa okkur að svona nálgast umræðurnar á svona gagnlegri hátt. Geggjað. Ég notaði þetta eitthvað en mér finnst það svona smá óþægilegt af því að þá er ég bara að nota þetta. Já, ég veit það. Kærasta mín hefur lítið sem engan áhuga á gervigreind. Þannig að það er erfitt að sannfæra hann að fara í þetta með mér, sko. En líka bara, við leysum bara okkar málum. Algjörlega. Bara þokkalega, hingað til allavega. Einmitt. En það er reyndar ein svona stór og ágætlega krefjandi spurning sem ég langaði að taka. Langaði að taka seinasta punkti hérna áður en við hoppum í það eða? Er það? Nei. Mér langaði að setja svona, að því að ein spurning sem ég hef fengið sem að mér þótt svolítið erfitt að svara á námskeiðum, bæði út af því að maður hefur ekki endalausan tíma til þess að ræða eitthvað sem er út fyrir efnið en líka bara út af þetta er virkilega erfið spurning sem að er ekkert svo sjálfsagt að vita svara við. Og það er að fólk velti fyrir sér hvað á ég að ráðleggja börnunum mínum að gera eða læra með tilkomu gervigreindar. Hvað ættu börnum mín að fara að læra í háskóla? Ættu þau að fara í háskóla? Og hvað á ég að gera til að undirbúa þau fyrir þessa framtíð þar sem að gervigreind er hluti af hversdagslegu lífi? Þetta er erfið spurning. Rosalega. En það eru svona ákveðnir hluti sem að við getum sagt. Málið er, það veit enginn nákvæmlega hvernig framtíðin mun líta út með tilkomu gervigreindar og ég segi stundum við fólk þegar það er að tala spyr mig svona, já, hvað er 5 ára planið okkar með gervigreind eða 10 ára planið okkar og ég segi bara, ég held að enginn viti hvernig gervigreindin verður nákvæmlega en við sjáum hvert hún stefnir og það hafa verið gerað nógu marga sci-fi myndir gervigreind til þess að við getum ímyndað okkur nokkra sviðsmyndir. Eitt samt sem við erum farin að sjá núna nýlega er svona, við erum búin að sjá aðeins auki atvinnuleysi meðal nýútskrifaðra í ákveðnum geirum. Og það er þá kannski vegna þess að gervigreind er farin að hafa áhrif á eftirspurn í þeim geirum. Og þetta er rosalega erfitt ef þú ætlaðir að vera, segjum bara forritari allt þitt líf, að hafa lært forritun og svo allt í einu út af gervigreind er orðið góð í forritun að þá er ekki verið að ráða forritara lengur. Þetta er rosalega erfitt og þess vegna hugsa ég að það sem við vitum tíðina er að hún er ófyrirsjáanleg. Hún mun örugglega fela í sér örar breytingar að við erum búin að sjá meira og meira af því eftir því sem tæknin þróast. Hluti breytast og þau breytast hraðar. Og ef það er einhver staður fyrir mannlega þáttinn í framtíðinni að þá held ég að það verði þeim í haginn sem eru fljótir að aðlagast og opni fyrir því að læra og opni fyrir því að gera einhverja nýja og öðruvísi hluti. Þeir sem að gætu í rauninni aðlagast strax ef að það hverfur öll eftirspurn. Þannig að segjum að þú sért þarna með forritara sem allt í einu veit ekki hvað hann á að gera. Ef hann er rosalega góður í að læra eitthvað nýtt og það er ekki að tala endilega að fara aftur í háskóla, ef hann er bara góður í að tileinka sér nýja hæfileika eða verða bara eins meiri frumkvöðull eða bara finna vandamál sem hann getur leyst að þá held ég að svoleiðis hugafar og svoleiðis svona hæfileikar muni vera sérstaklega gagnlegir í framtíðinni og svona helsta öryggi sem við getum skapað fyrir framtíðin okkar er að vera tilbúin að mætast hverju sem að kemur. Algjörlega. Ég held að hæfileikar framtíðarinnar verði klárlega aðlögunarhæfni og frumkvæði, eins og þú segir. Já, og við höfum talað líka stundum það á námskeiðinu, samskiptahæfileikar. Að kunna tjá sig, að koma hugmynd frá sér. Það þýðir að þú munt í framtíðinni kannski geta
stýrt gervigreind. Það er að segja að ef þú hefur hæfileika fyrir því að skilgreina vandamál og hvernig á að leysa, að þá getur þú svolítið outsourca eða delegata verkefnum til gervigreindarinnar. Algjörlega. Þannig að það er líka samskiptahæfileikar eru góðir á tíma gervigreindar. Ekki spurning. En hvað svona ákveðin störf varðar, þá held ég líka að það sé bara gervigreindin er ennþá gríðarlega ný. Og það eru hluti sem hafa líka áhrif á atvinnuleysi og kannski það hægist á ráðningum og það er ófyrirsjáanleiki. Að þó að gervigreindin sé ekki farin að leysa af endilega starf akkurat núna, að þá eru samt vinnustæðir svona farnir að hugsa býtu, er hún að fara að gera það eða ekki? Algjörlega. Og hægja á ráðningum. Algjörlega, og þetta er einmitt gott take sem ég heyrði að ráða nýútskrifaða starfsmenn er fjárfesting og að fyrsta sem gerist þegar að óvissa eykst í samfélaginu er að það dregur úr fjárfestingum og þar að leiðandi dregur úr ráðningum á nýútskrifuðum. Þannig að, en svo er spurning, mun þessi óvissa eitthvað hætta? Er hún komin til að vera óvissa framtíðina? Er það bara að fara að vera viðvarandi ástand? Þetta er mjög góð spurning og kannski engar vísbendingar eitthvað eitt eða annað í augnablikinu. En út frá reynslu okkar að þá er það þannig að það kemur tæknisprengja eins og bara internetið, eins og bara gufuvélin eða eitthvað á sér stað og svo á einhverjum tímapunkti hægist örlítið á. Það er eitthvað sem við vitum. Það hægist oft á þróun nýrra tækni. Að það kemur eitthvað svona, eitthvað rosalega stórt, eitthvað sem gjörbreytir öllu, en þegar það er búið að þá kemur svona hægist örlítið á. Og það má alveg svo sem gera ráð fyrir án þess að vita neitt framtíðina að það muni eiga sama við þessa tækni. Maður spyr sig, og það er þá kannski ekki endilega bara þessi tækni, en tæknibyltingum hefur fjölgað rosa mikið. Það er að segja að í mörgum geirum. Við farnar að vera þéttari. Já, það er að segja að það var kannski rosalega stórt bil á milli fyrstu og annarrar iðnbyltingu og svo finnst maður alltaf verið að heyra þetta er 3., 4., 5., 7. iðnbyltingin og þannig að það er eins og byltingakennd tækni sé í rauninni að vera algengari með tímanum. Þannig ég held að sama þó að gervigreind staðni að einhverju leyti, að þá er heimurinn held ég að fara að halda fram að breytast hratt og breytast jafnvel hraðar af því að tækni sem að eykur þróun annarra tækni breytir svolítið dæminu. Heldur betur. Eru háskólar að verða missa marks? Já, munum við þurfa háskóla í framtíðinni? Já. Það er stór og erfið spurning sem ég veit ekki svara við. Nei. Ég átti þetta samtalið daginn og eitt sem ég hugsa að sé þetta að segja er að hvort sem það við bara háskóla eða önnur stig skólakerfisins að þá hefur því lengi verið haldið fram að skólar séu oft svolítið eftir á. Að þeir þurfa að vera fljótari aðlagast og það gæti verið að það sé búið að vera satt fram að þessu. En ef skólakerfið er ekki fljótt að bregðast við nú þegar og breytingar orðnar örari, þá er spurning hvort að þeir verði enn meira eftir á og að munurinn á þörf samfélagsins og því sem að skólarnir eru að skila muni aukast. Og þegar að þeir eru að gera eitthvað allt annað en samfélagi þarf, þá spyr maður sig hver vill fara í háskóla. Þannig að þetta er svona ein leið til þess að horfa á þetta, en vonandi bara verður þetta smá svona wake-up call að sjá tækni breyta svona hratt og skólakerfi á hvaða stíð sem er vonandi næra bregðast við og þá kannski bara lærir að breyta skólakerfinu með aðeins örari takt. Þannig kannski bara verður þetta það sem þurfti til þess að skólakerfi nái að halda stífi breytingar í samfélaginu. Já. Við vonum það. Ef að Palli væri að fara í háskóla núna, hvað myndir þú segja hann að fara í? Ég myndi segja hann að fara í einhvers konar verkfræði sennilega og nú er ég mjög bæjast af því ég fór í verkfræði. En það er út af því að eitt af því sem ég upplifði í verkfræðin að kenna er bara svona almennt problem solving. Það er að segja að leysa vandamál með alls konar aðferðum og mér finnst ég vera tilbúin í svo ótrúlega mörg ólík störf og aðstæður sem verkfræðingur. Þannig að eins og ég segi, mjög mikið bias, en
en það er svona samt sem áður það sem ég held að væri svona skynsalegast atvinnulega séð. Já. En, Þú ert ánægð með verkfræðina sem þú fórst í. Já. Já. En þú, hvað myndir þú ráðleggja barninu þínu að læra? Ég myndi, nú hef ég enga reynslu á háskóla sjálfur. Nei, Aldrei gengið í háskóla, nei. þannig að ég veit ekkert hvað ég myndi senda því, en ég Myndir það kannski segja að fara ekki í háskóla frekar og bara hvetja það til að vera duglegt að læra sjálft eins og þú? Sko, það væri náttúrulega bara óskandi, en hérna það er kannski ekkert hægt að setja það á hvert sem er. Nei. Þannig að ef það vissi ekkert hvað það vildi gera, þá myndi ég örugglega líka senda það í verkfræði eða eitthvað svona STEM-grein upp á öryggi, sko. Já. Ég hefði samt alveg gaman að því ef einhverjir eru nú djarfir til þess að kommenta eða taka þátt í umræðinni Já. að heyra hvort aðri séu með aðra skoðun á þessu. Já. Það væri mjög gaman að heyra. Já. En ég er líka ennþá, þrátt fyrir alla dómsdagsspár, þá er ég ennþá bjartsýnn á framtíð forritara, sko. Já. Þú veist, það er ekki eitthvað sem að ég held að eðli starfsins muni breytast mikið, Já. en ég held að starfið verður til staðar, bara í annarri mynd, sko. Algjörlega. Þannig Kannski minna að skrifa góða og meira að skipa fyrir einhverju teymi af gervigreindum sem eru að skrifa kóða. Algjörlega. Þannig að ég held að svona hugbúnaða verkfræði gæti verið ennþá bara rosa flottur. Og kannski verða forritara meira verkefnastjórar og kannski verkefnastjórnun þar að leiðandi skynsamlegasta námi ef þú ætlar að fara að skipa fyrir gervigreinda líkanum. Hugbúnaða verkefnastjórnun. Já, ég veit. Nei, en mér finnst þetta allavega búin að skemmtilega pælingar í varandi svona framtíðina foreldrahlutverk og þessu liti. Algjörlega. Og ég var svona að pæla hvort við viljum ekki taka núna aðeins í lokin svona nokkra punkta varandi svona AI-fréttir vikunar. Það var náttúrulega ekki eins margar og stóra fréttir og í seinustu viku, en það er samt alltaf eitthvað að gerast í gervigreindinni. Algjörlega. Fyrsta sem ég langaði svona einmitt að kommenta á er að sko þetta var svolítið fyndið, við tókum upp seinasta þátt og töluðum aðeins GPT-5, svo leið mér eins og umræðan okkar og hefði orðið úreld bara daginn eftir, af því að það er svo margar skipta skoðanir og svo mikið verið að tala um hlutina, en það er bara eðli gervigreindar og það er sennilega ekki verið að breytast. Nei. En sem sagt, eftir að GPT-5 kom út, þá voru sem sagt rosalega svona nánasta rifrildi eða sem sagt óánægja á netinu hjá mörgum. Margir upplifðu gervigreindar hafa versnað rosalega mikið og hegðunin ekki eins og þeir vildu og það voru rosalega margir ósátt við að þeir hefðu tekið út öll hinn líkanin sem þeir voru búin að venjast eða búið til einhver ferli í kringum. Þannig að viðbröðin voru að setja þau aftur inn. Þannig að OpenAI svona svolítið gaf eftir og gerði þau aftur aðgengileg. En aðrir segja að þetta sé miklu betra og sé bara spurning að skilja. Þetta var náttúrulega svolítið ruglandi vegna þess að ef þú fórst inn í chatið og valdi bara GPT-5 þá vissur ofta ekki hvaða líkan varst að fara að nota, hvort þetta væri klárasta líkanið eða hraðasta líkanið og treystir kerfinu bara svona svolítið til þess að velja hvaða líkan þú vildir og þá kannski ef þú komst með einfalda spurningu og þá kannski valdi að verra líkan og kannski líklegra til þess að skálda. Þannig að það er svona eiginlega þversögn að mögulega því einfaldra verkefni því líklegra að það gerir mistök á vissan hátt. En þetta allavega það var rosalega mikið þetta, að fólk var að kvarta undan þessu. Það verður gaman að sjá hvort að þetta sé bara tímabundið og fólk venjist þessu eða hvort að einhverjir muni bara ákvæði hérna í frá að fara aldrei úr GPT-4 sem var hann á undan. Bara festa sig þar, vera gervigreindar risaðilur, fyrstu risaðilurnar í gervigrindabransanum. Já, það er bara svona að segja nei, við þurfum ekki betri gervigreind en þetta. Já, ég held líka að af svona fyrirtæki sem að maður þekkir, þá held ég að OpenAI fái mestu gagnrýnina vegna þess að það er svo ofboðslega margir sem reiða sig bara núna á þetta. Já. Þetta er bara svo stór partur af vinnu fólks að þegar eitthvað breytist að þá eru töluvert fleiri sem taka eftir þessu heldur en ef að Messenger myndi skipta eitthvað hjá sér, sko. Já, en einmitt að því þú nefnir þetta, að þegar að ChatGPT hefur legið niðri, að þá panika rosa margir. Það er bara, ég get ekki unni vinnu mína, ég man ekki hvernig ég á að vinna starfið, sem kannski er ekki það jákvæðast ef við hugsaum út í hversu mikið við erum að reiða okkur á þetta, en það er allavega þannig milljónir eða 100 milljónir notenda sem að treysta á það nánast á hverjum degi. Já, segir okkur sko líka bara með hvað tæknin er ný, hvað það er magnað, hvað fólk var fljótt að gleyma, sko. Já.
og ég bara venjast í að hafa þessa hægju. Já, hvernig skrifaði ég e-mail áður en að ChatGPT kom? Einmitt. Algjörlega. Erum við ekki komnir svolítið yfir tíma? Jú, það er spurning. Jú, við kannski bara, við kallum þetta bara gott núna og ef það kom einhverjum stóra fréttir þá reynum við að hafa þær í lok hvers þáttar en við erum líka bara opnir fyrir því ef þið vilja að við ræðum eitthvað ákveðið eins og þetta. Hér vorum við að leggja áherslu á foreldra. Ef einhverjum er hugmynd hvað þið vilja heyra næst, við erum bara mjög spenntir að heyra. Það væri geggjað að fá komment. Fyrsta komment. Hver ætlar að vera með fyrsta kommenti á podcastu? Mögulega foreldra mínir. Já, sennilega. Eða mínir. Heyrðu, segðu það. Geggjað.